áfram með smjörið í föstudagsþættinum. Við ætlum að fræðast hvað áfallahjálp og þær eru komnar til mín frá Rauða krossinum. Það Álfheiður Svana og Ingibjörg Elín. Velkomnar. Takk fyrir. Þið vitið allt þetta. Vil ég aðeins fræða okkur áfallahjálp. Hvernig þú ert að mennta hópa allt land í þessu. Viltu aðeins útskýra hvert þitt starf Já. Það reyndar hún Elva Leifsdóttir, sálfræðingur í Rauða krossinum og ég og hún Aðalheiður Jónsdóttir höfum verið að koma á fót þessum viðbragðshópum sem að þið hafið heyrt þegar það eru útköll. Eru þeir nýir af nálinni eða? Já, út á landi. Þetta búið að vera í Reykjavík í nokkur ár en það aukinn þörf og þannig að við höfum verið að stofna viðbragðshópa og ætlum að reyna að fara hringinn í kringum landið og erum komnar vel á veg með það. Já, þannig að hér þá nýstofnaður viðbragðshópur á Akureyri, eitthvað svoleiðis? Hann reyndar að vera 6 ára og þannig að það við erum orðin nokkuð reynslu mikil hér. Og hverjir eru í svona viðbragðshópi? Hann byggður upp á sjálfboðaliðum en við höfum reynt að byggja hópinn upp og reynt að höfða svona til fagaðila. Já, þeirra sem eitthvað þekkja til. Já, sem eru vanir að taka við erfiðum upplýsingum og vinna svona dagstælega við erfið mál. Og hafið þið fundið þetta fólk innan raða Rauða krossins eða hafið þið þurft að toga kannski eitthvað staðar í spotta eða svona? Við héldum námskeið, í sálfræðistuðningi. Akureyrarbær hélt námskeið í sálfræðistuðningi og svona kjarninn í byrjun kom úr áfallateymum leikskóla og grunnskóla. Já. Og það eru þá iðulega hjúkrunarfræðingar, skólastjórnendur, námsráðgjafar og það eru kennarar. Við erum með þroskaþjálfa, leikskólakennara, sálfræðing. Þannig að fólk sem þekkir hans til og með ykkur kannski teymi á sínum vinnustað og svona, er vant. Já, svona vant. En þú þarft ekki að vera fagaðili til þess að vera í viðbragðshóp. Nei, ok. Við þjálfum upp einstaklinga til þess að koma og vera í teymunum og þá það fólk vera á skyndihjálparnámskeið og neyðarvarnanámskeið og námskeið í sálfræðistuðningi. Sem það einhvers konar samtalstækni eða? Í rauninni það sem við erum bara að fræða, þess að við erum að fræða fólk hvað sálfræðistuðningur og Íslendingar kalla svona, Íslendingar nota áfallahjálp kannski yfir það sem við köllum stafrænan stuðning. Áfallahjálp veitt af fagaðilum og það eru mjög fáir sem þurfa á áfallahjálp að halda. En fleiri sem þurfa sálrænan stuðning. Já. Og hvað þá sálrænn stuðningur? Það bara eyra eða öxl eða bara að vera til staðar? Að vera til staðar. Og þetta engin geimvísindi, þetta eitthvað sem við erum að gera öll dagsdaglega í eitthvað daglega lífi, bara sem vinir og makar og foreldrar og að það þessi bara nærgætni að vera til staðar þegar þú hefur orðið fyrir áfalli. Segjum sem svo að hér myndi eitthvað krísa verða og það opnuð fjöldahjálparstöð eitthvað staðar og þá kannski svona teymi kallað út, ekki satt, til að koma á staðinn og veita þennan sálræna stuðning. Já, við erum í rauninni með einstaklingar líka sem eru kannski ekki í sálrænum stuðningi, en sinna það sem við segjum fjöldahjálp. Og koma þá og opna fjöldahjálparstöðar og sjá jafnvel að reka þær. En svo þetta svona, myndi ég segja, þessu teymi hjá okkur, þessu sálræna teymi, erum við meira með svona sérþjálfa sjálfboðaliða í þessum sálræna stuðningi. Þannig að þetta eru náttúrulega einstaklingar sem svolítið kunna að nálgast fólk og annarkvort að vita hvort að ég bara hlusta eða að taka spjallið og líka bara svolítið svona að maður slettir, normalísera í rauninni það ástand sem þú getur upplifað þegar þú verður fyrir áfalli. Að þú þurft svolítið bara svona muna að sofa og borða og allt þetta svona sem við eigum hættu á að gleyma þegar við erum undir álagi, streitu. Þannig að þetta svolítið svona það sem við erum að fara í gegnum. Svona minna fólk á að allar tilfinningar eru
Öll tilfinningar, öll viðbrögð eru eðlileg. Og það kannski, fólk þarf svolítið á því að halda. Það er ekkert rétt og rangt. Nei, alls ekki. Þetta bara eitthvað sem eðlilegt. Já, grátur eða hlátur og sofa mikið eða sofa lítið og við bregðumst ekki öll eins við og svo ekki það sem að ég upplifi kannski erfitt, ekki endilega eitthvað sem að þú upplifir erfitt bara þegar við erum með ólíka reynslu. Þannig að það er bara svona verið að hlutleysa og minna fólk á að þetta allt saman. Hvað eru margir í þessu, hefur einhverja tölu á hvað eru margir í þessu teymi hérna á Akureyri eða hafið þið tölu? Já, við erum 21 og það er semst byggt þannig upp að það eru 3 á vakt í einu. Þannig að frá 50 til 50 dags þá berð þú í rauninni ábyrgð á sálrænum stuðningi á Norðurlandi. Ef eitthvað kemur upp. Já, eða hér á Akureyri, það er að segja, eða fyrir svæðinu. Og já. Og hefur mætt mikið á þessu teymi hérna núna í vetur, vitið þið það? Sko, við vorum aðeins að telja saman og þetta er náttúrulega bara, við erum manneskjur og samfélagið er náttúrulega bara þannig að það getur liðið árið og það eru kannski 3 útköll, 4, 5. Í fyrra voru 13. Þannig að við vonum að það verði aðeins rólegra þetta ár. Og þetta er bara Akureyri því að svo þessi teymi í öllum þéttbýliskjörnum eða hvar, á hvað mörgum stöðum? Í Þingeyjarsveit, Egilsstöðum, á Suðurlandi og Borgarnesi, Vestfjörðum. Og svo verið að byggja upp. Og hefur þú heimsótt öll þessi teymi? Ekki öll, nei, en flest. Og komið svona kannski að einhverjum námskeiðshaldi? Námskeiðshaldi, já, ásamt þeim stöllum hann sem ég nefndi að þá förum við og erum með námskeið og aðstofum hópana svona við uppbyggingu. Og þetta er eitthvað sem þarf alltaf kannski að vera svona endurmennta sig í eða svona halda sér við efnið eða hvað? Ef þú ert einu sinni komin í viðbragðshóp þá kannski þarftu samstundum að aðeins að rifja upp eða eitthvað? Komast á námskeið eða? Já, og það eru haldnir svona, það er haldið einu svona ári dagur þar sem að þessi viðbragðsaðilar koma saman. Fræðsludagur, það er fræðsluhelgi með þess að. Og þannig að það er gert. En þegar ég segi líka að maður er að höfða til samvisku fagaðila að gefa af sér og vera með, þetta er ekki íþyngjandi, að þá er náttúrulega kannski minni þörf á þessari endurmenntun, af því að fólk er í vinnu sinni að... Eru þið kannski í og með að auglýsa eftir svoleiðis fólki? Vantar fleira svoleiðis fólki í teymið ykkar? Það er alltaf gott að hafa góð nöfn á lista. Og ef einhver er að horfa og vill vera með, bara hafa samband við þig í Rauða krossinum? Já, ég er svolítið svona, ég er ekki kannski aðili í teyminu sjálfu, ég er meira svona, bara starfsmannastuðningur í rauninni við sjálfboðaliðana í teyminu. Og þannig að já, algjörlega, bara hafa samband í mig og komum því í ferli, það má alltaf bæta við góða fólki í Rauða krossin, algjörlega. Hvað er annars svona framundan núna hjá ykkur í Rauða krossinum, eitthvað sem að þú vilt nefna sérstaklega? Sko við erum núna til dæmis, ég get kannski nefnt það sem er bara allt annað. Rauða krossin er í því verkefni núna að bjóða efnaminni fjölskyldum og einstaklingum í leikhús. Já, flott. Og það er verkefni sem við erum rosalega stolt af. Og þetta stefnir í hjá okkur núna sjálfsagt á milli 300 og 400 einstaklingar á yfirferðarsvæðinu sem að munu fara í leikhús. Þannig að við erum svolítið svona fulli í þessu núna. En svo erum við alltaf bara að það er mikið að vera hjá okkur í neyðarvörnum og sálrænstuðningurinn er náttúrulega partur af neyðarvörnum. Og við erum í svona uppbyggingafasa núna eftir, þetta voru við, þurftum við að rýna okkar starf eftir óveðrið í desember. Og rýna til gagns og bregðast við þar sem við sjáum að megum bæta okkur. Og við erum svolítið bara að því núna að byggja upp teymi út með firði sérstaklega, bæta við búnaði og þannig að það er alltaf nóg að gera. Og alltaf nóg pláss fyrir fleiri sem vilja bjóða sig fram í... Og þó við höfum verið að nefna fagaðila, þá er það ekki ekki eingöngu. Nei, þannig að endilega þeir sem hafi áhuga á neyðarvörnum að heyra í okkur og vera með. Og í neyðarvörnum, hvað innifelur það? Fyrir utan viðbragðshópana, hvað er það þá meira endur? Neyðarvörnundar eru náttúrulega, við erum partur af almannavarnakerfinu.
Þannig að þegar það verður almannavarnar ástand þá erum við skrifuð inn í allar hópslýsar áætlanir í rauninni sem það partur af þessari fjöldahjálp sannarlega stuðningnum. En síðan erum við náttúrulega bregðust við líka við þó það sé ekki almannavarna ástand lýst yfir. Þannig að ef það verða stærri slys eða jafnvel teymi að fara til dæmis við vitum ekkert alltaf í fjölmiðlum þegar rauðkrossstörfum. Það er ýmislegt sem við förum í sem að enginn veit. Þannig að og svo náttúrulega bara líka skyndihjálpin, semst almenna skyndihjálpin, bara basic hjartanóð og allt þetta, það er náttúrulega partur af þessu líka. Sem allir þurfa að kunna. Já, þannig að Nóg að gera. Það er nóg að gera, já. Takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessu áfallahjálpinni og öllu starfi Rauða krossins bara. Takk kærlega fyrir að koma og gangi ykkur vel. Takk fyrir.